Lárus, súrt í broti fyrir ykkur Njarðvíkinga. Þetta búið að vera heljarinnar sería. Í kvöld lentið í hlutverki að vera svona að leiða, elta allan tíman og einhvern veginn náði aldrei almennilega að brjóta ísinn. Er það ekki svolítið saga leiksins í kvöld? Jú, það er hárrétt með því og við vorum að exekúta illa varnarlega. Við erum að skora þau stig sem við segjum að eiga að duga okkur á móti þessu liði, en varnarlega erum við bara slakar, því miður. Þið komist 2-0 yfir í seríunni og svo einhvern veginn byrjar bara Grindavík að berja sér einhvern veginn leið svona inn í og aftur inn í ljósið, sko. Þannig að þeim vex svolítið svona ásmegin bara með hverri rauninni á meðan fór Njarðvíkurliðið kannski á hælana eða? Ég meina, við erum búin að reyna að greina þetta í þessa síðustu 4 leiki sjálfu sér. Þegar við lendum náttúrulega strax í vandræðum í öðra leiki Grindavík sem förum í 3 framönda leik. Það er eitthvað sem gerist hjá okkur sem við eigum erfitt með að festa eitthvað, að pinpointa eitthvað út, hvað er nákvæmlega. En þetta er bara eins og hefur oft verið á milli þessara tveggja liða. Þær hafa einhvern veginn verið sterkar á svellinu þegar það komið í úrslitaleiki. En við bara lærum að þessu. Þetta er mikil reynsla sem þessar stelpur fá, það er engin spurning. Rimman sem slík, ég meina þetta er nú sennilega bara ein af skemmtilegri rimmanum í íslensku úrslitakeppninni þetta árið. Já, bara geggjur rimma og bara 2 frábær lið sem eru stútfull af ungum og efnilegum stelpum sem verður hrikalega gaman að bara fylgjast með í framtíðinni og búið að vera frábær vetur hjá okkur Njarðvíkingum, og það kannski sem kemur í bakið á okkur núna er að við höfum fengið allt og lítið af close leikjum, þannig að þær voru sterkar á svellinu þegar koma því að fara í þessa baráttu og kannski voru lengur í close leikjum þar sem að þeir fengu Bandaríkjamannin sinn seinna og voru kannski vana því að vera í close leikjum, meðan að við vorum í 30-40 stiga leikjum í allan vetur. Já. Lárus, ég ræddi við Hannes, formann KKÍ áðan, og hann staðfesti að Njarðvík myndi fá boð að taka sæti í Dóminósdeild á svona næstu leiktíð. Þín viðbrögð við því boði? Já, ég meina, þú veist, við vorum svo sem búin að heyra þessu fleygt fram en við ætlum náttúrulega bara að sækja til sæti sjálf og langaði ekki að vinna það svona, en ég er nokkuð viss að við þiggjum það boð. Það er bara búið að vera stefnan okkar og við teljum okkur vera með lið sem þarf ekki mikið af leikmönnum til þess að vera samkeppnishæft í úrvalsdeild, og það er bara næsta skref hjá þessum ungu stelpum. Takk fyrir, Lárus, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk fyrir það.